Góðan daginn, gott fólk og velkomin á kynningafund vegna uppgjörs haga á fyrsta fjórðungi nýs rekstrarárs sem sem sagt árið 2023-2024 hjá okkur. Við vorum síðast með fund hérna í lok apríl, það svona heldur stutt á milli kynningafunda hjá okkur núna og efnistök bera þess aðeins merki og kannski líka við erum að falla hérna fyrsta ársfjórðung á rekstrarárinu sem tekur til mánaðana mars, apríl og maí sem var að ljúka síðustu mánaðamót. Nú að vanda þá munum við Guðrún Eva framkvæmdastjóri fjármálasviðs fara yfir helstu niðurstöður og fréttir af högum á þessum fjórðungi og svo tökum við spurningum í lokin og hvetjum ykkur til þess að senda inn spurningar ef einhverjir eru á fjárfestakynning@hagar.is en við streymum fundinum eingöngu að þessu sinni. Nú rekstrarárið fer ágætlega af stað hjá okkur. Það er mörgu lítið svipað og verið hefur síðustu fjórðunga en þó með einni nokkuð mikilvægri undantekningu sem hefur töluverð áhrif á niðurstöðu rekstrar hjá okkur en þessi undantekning er svo að fjórðungurinn núna er sá fyrsti í að minnsta kosti ár þar sem að heimsmarkaðsverð á eldsneyti er að lækka í samanburði við fyrra tímabil og er einnig að lækka á tímabilinu sem er undir og það breytir hjá okkur þróun framleiðarhlutfalla og einnig afkoma af sölu til stórnotenda en ég skýri það betur hérna á eftir. Nú að öðru leyti þá erum við áfram að kljást við þessi sömu viðfangsefni og verið hafa hvað mest áberandi núna í minnsta kosti þetta síðasta ár, rúmlega það. Við erum að kljást við hækkanir á öllum aðfangum til alls okkar rekstrar og má eiginlega telja svona nokkur beina afleiðingu af róstrinum í Úkraínu eftir að Rússar réðust þar inn. En áður en við byrjum á fréttum af starfsemi þá vildi ég draga fram svona helstu lykiltölur í uppgjörinu og eins og ég sagði áðan þá fer árið ágætlega á stað en það eru reyndar aðeins fleiri samanburðartölur hjá okkur rauðar að þessu sinni svona miðað við venjulega og það er ágætt að hafa það í huga að samanburðin er við fjórðungi fyrra þar sem afkoma var óvenju sterk en það er sem sagt ágætis veltuaukning hjá okkur, við erum að vörusalan nam 41,5 milljarði, það er 9% aukning frá fyrra ári eða fjórðungnum í fyrra. Hækkunartakturinn er aðeins svona rólegri heldur en verið hefur. Við höfum verið að horfa á 2 prósentuhækkunartölur sennilega síðustu 4 fjórðunga á undan en þær tölur hafa allar verið svona heldur útblásnar af olíuverðshækkunum sem á ekki við núna. Tekjurnar eru sem sagt að draga saman í ólís en þær eru að vaxa eins og verið hefur í verslunum og vöruhúsum. EBITDA hjá okkur nam 2.521 milljón og hagnaður 653. Framlegð var 8,1 milljarður og lækkar lítillega sem hlutfall af veltu, stendur í 19,5% en hækkar í krónutalið einhver 7%. Nú hlutfall rekstrarkostnaðar af tekjum var 13,8% og hækkar lítillega á milli tímabila. Hér hefur tekjusamdráttur í olíu eða verðlækkun á heimsmarkaði olíu augljóslega áhrif til hækkunar á kostnaðar hlutfalli. Nú eiginfjárhlutfallið lækkar stendur í 37,4% og það er í samræmi við markmið stjórnar að eiginfjárhlutfall verði 35%. Nú ef við horfum yfir sviðið og kannski það sem stendur helst upp úr í fjórðungnum þá gekk bara vel eins og ég hef áður komið að. Það er góð sala á öllum okkar vígstöðum, magn í dagvöru er aukast, sérvöru líka. Viðskiptavinum hjá okkur er að fjölga og seldum eldsneytislítrum. Þar höldum við sjó í samanburði við mjög sterkan fjórðungi fyrra. Við erum í raun enn sáttari við fjórðunginn þegar við horfum svo til þess að þessi stóru drættir í okkar rekstrarumhverfi eru allir svona frekar mótdrægir. Við höfum séð á þessum fjórðungi að aðföng hafa haldið áfram að hækka. Það er að segja á dagvöruhliðinni. Rekstrarkostnaðar hækkar heilt yfir, hvort sem er að tala laun eða annan rekstrarkostnað. Þróun olíuverðs var augljóslega ekki hagfelld svona til skemmri tíma litið og síðan er hátt vaxtastig farið að bíta eins og sést á fjármagnsliðum í uppgjörinu hjá okkur en sem betur fyrir erum við ekki mjög skuldsett félag. En þrátt fyrir þetta þá er niðurstaðan ágæt og sýnir aftur styrkin í rekstrareiningum haga í þessu uppgjöri. Ef við tölum aðeins framlegð almennt þá ætti þar til lengri tíma að vera nokkuð stöðugleiki hjá okkur og svona við erum að vinna bara á svona svipuðum markmiðum en engu að síður þá leitar framlegðarhlutfallið örlítið niður á við hjá okkur sem er kannski ekki óeðlilegt þegar hraði verðhækkana er eins mikill og raun ber vitni. Framlegð eykst hins vegar í krónum samhliða töluverðri veltuaukningu.
Nú, við nýttum fjórðunginn svona almennt vel til þess að bæta þjónustu við viðskiptavini og styrkja reksturinn hjá okkur. Við máum opna nýjar verslanir og þjónustöður og treysta svona almennt grunnstoðir í starfsmenni og ég mun koma því betur síðar hér á eftir. Ef við rýnum ofan í starfsþættin okkar sem eru tveir til upprýfunar, það eru verslanir og vöruhús annars vegar og hins vegar eldsneytishlutinn. En við byrjum á verslunum og vöruhúsum. Þar erum við með Bónus Hagkaup, vöruhúsin okkar, Stórkaup, Eldum Rétt og Zara. Þá nam vörusala þar ríflega 29 milljörðum, það er sirka 2/3 af allri veltu Haga og eykst vörusala 18% á milli ára. Þetta er töluvert meiri aukning heldur en hefur verið undanfarna fjórðunga og skýrist að hluta til því okkur hefur bæst mjög góði liðsauki með nýjar og arðbærar tekjur sem eru Eldum Rétt og Eldum Rétt að velta svona einhverjum tæpum 500 milljónum á fjórðungnum. Að teknu tilliti til þess og erum við að bera saman epli og epli þá erum við að horfa á einhverja 16% aukningu sem er meir en við höfum verið að horfa á að undanförnu og viðurkenning fyrir bara gott starf í verslunum hjá okkur á síðustu misserum. Afkoman heldur að styrkjast, EBITDA nam 2,2 milljörðum á móti 1,9 milljarði í fyrra. Það er bæting einhver 20% tæplega en EBITDA hluta stendur nokkurn veginn í stað í 7,5% eða 7,6%. Nú umsvif eru almennt að aukast hjá okkur sem er virkilega jákvætt, bæði í seldum stykkjum og fjölda viðskiptavina og það er mjög gaman að fylgjast með Eldum Rétt sem eru náttúrulega nýju fjölskyldumeðlimurinn. Þar er verið að setja sölumet í hverri viku og það sem við erum að taka eftir, eða kannski stjórnendur Eldum Rétt að taka eftir, því við erum nú svo sem nýja að koma að þessu, er að þau eru vön því að þegar kemur á vor og sumar þá heldur dregur úr sölunni, það dalar sala á matapökkum en þegar sennilega vegna þess að fólk er að fara í frí og þetta hversdagsmunstur er að brotna upp. En þetta er auðvitað að gerast líka núna en þetta er að gerast töluvert hægar heldur en hefur verið á fyrri árum þannig að niðursveiflan er minni sem er jákvætt og okkur grunar að sala einstakra rétta frá Eldum Rétt í Hagkaup geti átt þátt að máli við að styðja við sölu á netinu, enda ágætis auglýsing. Nú erum við að fást við áframhaldandi verðhækkanir frá heildsölum og byrgjum og þetta er búið að vera viðvarandi ástand núna í meir en ár með mjög stórum kúfi sem að kannski hófst á haustmánuðum í fyrra og fram á vormánuði þessa árs og við erum að fjalla um þessa vormánuði núna. Auðvitað vonum við að það rofi aðeins til og þessi verðhækkunar hryðja henni fara að slota og horfum til sumarsins í þeim efnum og það eru ákveðin svona merkjum að svo geti verið. Við sjáum það kannski á verðbólgutölum, verðbólga í matvöru. Verðbólga er náttúrulega var að lækka í morgun eins og einhverjir hafa séð og verðbólga í matvöru er líka að gefa eftir og það er jákvætt og við gerum ráð fyrir að það muni gerast svona hraðar á næstu mánuðum þegar stórir hækkunarmánuðir frá því fyrir að skiptast út fyrir mánuði þessa árs þar sem hækkunin var og verður minni. Ef við borum okkur aðeins betur onni í þennan starfsþátt og tölum bónus, þá er engin breyting þar á. Bónus gengur bara mjög vel. Þar á ríflega 20 milljarða velta og það er tekjuaukning einhver 17%. Hluti þessar aukningar er augljóslega verðbólga, en raunaukning er töluvert mikil enda er viðskiptavinum og seldum stykkjum að fjölga áfram og þetta er trend sem við höfum verið að sjá allt síðasta ár og rúmlega það og það er engin merkjum annað en að það verði framhald á þessu. Auðvitað eru margar skýringar á þessu góða gengi bónus, allt frá því að viðskiptavinir taka breytingum í búðunum og lengri opnunartíma og svo framvegis fagnandi en okkur dylst ekkert að mikilvægi hagkvæmustu matvöruköflur landsins er að aukast samhliða almennum verðhækkunum og kannski dýrtíð í samfélaginu og það er eitthvað sem við gerum ráð fyrir að verði áfram. Nú bónusið sem fyrir oftast með lægsta vöruverð í könnunum en aðalatriðið er hvað sem að kannanir segja þá finnur fólk ágætlega muninn á að versla í bónusi samanburði við aðrar verslanir, hvað fullur poki kostar og sjá það líka á mánaðarlegu yfirlitunum og kreditkortunum hjá sér. Okkur er umhugað að halda þessari upplifun og verjum hana með kjafti og klóm. Nú á síðasta fundið þá sögðum við frá nýrri lausn Gripi og Greitt sem að við höfum mjög mikla trú á og að muni breyta verslunarleiðangri landsmanna töluvert mikið og almennt til aukinna þæginda.
Það skemmst frá því að segja á þessum fáu vikum sem að hafa liðið síðan við kynntum þessa leið. Þá hafa undirtektir verið gríðarlega góðar og sennilega vegna þess að fólk að finna að þetta einfaldar og styttir verslunarferðina, auk þess sem að viðskiptavinum býðst að nýta sér alls konar tól til að einfalda lífið, innkaupalistar, greiningar á innkaupum, verðsögu og svo framvegis. Við munum bjóða upp á gripi og greitt í fleiri verslunum núna næstu vikum og hérna meðal annars í Spönginni og í nýrri verslun sem opnar hérna í Holtagörðum í næsta mánuði. Við opnuðum svo nýja og glæsilega bónusverslun í Norðlingaholti síðustu mánaðamót í hverfi sem þar sem alla þjónustu hefur skort núna í einhver 18-19 ár síðan þar hófst uppbygging og það er skemmst frá því að segja að búðinni er mjög vel tekið. Áfram í matvörunni, ef við horfum þá á Hagkaup sem átti líka ágætan fjórðung þó að mynstri sig kannski aðeins annað þar. Velta var 5,8 milljarðar og það er 6% aukning á milli ára. Seldum stykkjum að fækka örlítið, þar að segja karfan að minnka hjá okkur, en heimsóknum viðskiptavina fjölgar á móti og þetta í raun og veru bara svipaður trend og við höfum séð allt síðasta ár hjá Hagkaup, ekkert óvænt í þessu og okkur alveg ljóst að miðað við áherslur í rekstri Hagkaup sem á fjölbreytt úrval og svona rúman opnutíma og aukna þjónustu þá þessi þróun bara mjög viðunandi. Og við erum sérstaklega sátt við að í Hagkaup þá viðskiptavinum að fjölga og það til merkis að svona umbætur úr búðunum okkar að ná tilætluðum árangri. Netverslun í Hagkaup að festa sig vel í sessi. Við höfum smá saman verið að bæta þarna inn vöruflokkum. Fyrst byrjuðum við á snyrtivöru og síðan leikföngum og fatnaði og nú síðast fyrir í þessum mánuði eða svona það bil kringum mánaðamótin þá bættust veisluréttir í flóruna og passa mjög vel við svona það sem Hagkaup að leitast við að hjálpa viðskiptavinum með, einfaldar, þægilegar og gómsætar lausnir af miklum gæðum. Þessi veisluréttunum vel tekið og í ansi mörgum úrskriftarveislum júnímánaðar að okkur sýnist. Nú erum að ljúka endurbótum á flestum verslunum Hagkaupa og erum orðin mjög ánægð með útlit og vöruframboð og sem svo kryddað með þessum skemmtilegu samstarfsaðilum okkar eins og í salkerabúðinu og 17 sortum. Þemadagarnir njóta vinsalda sem fyrr og gaman að geta sagt frá því að við erum búin að ná sáttum við Dani. Danski dagar eru komnir aftur eftir að hafa verið felldir niður í fyrra en ástæðan var náttúrulega svo að Danir töpuðu vandræðalega fyrir Frökkum á EM í handbolta og kostuðu okkur sæti í undanúrslitum og þá var ekki svigrúm fyrir svoleiðis daga. En það allir orðnir glaðir og þannig að því sem haldið til haga og engin sendiherra verða pirraðir yfir þessu. Þetta bara allt í góðu gríni sagt. Við erum svo með skemmtilega auglýsingaherferð í gangi í tilefni af 64 ára afmæli Hagkaups undir svona þema Bítlana Venom 64 og þetta kannski skrítin áfangi en okkur fannst tilvalið að draga aðeins fram hvernig Hagkaup samtvinna sögu íslenskra verslunar síðustu áratugi og ekki síst í ljósi þess að núna í júní voru liðin 100 ár frá fæðingu stofnanda Hagkaups, Pálma Jónssonar, en það er ljóst að verslun á Íslandi liti töluvert öðruvísi út ef hans og Hagkaups hefði ekki notið við í gegnum árin. Nú, ef við skoðum aðeins hinn starfsþáttinn í uppgjörinu hjá okkur, það er Ólís og þá má segja að þessi fjórðungur hafi markað ákveðinn viðsnúning. Það er að segja samanburðurinn það er þessi samanburður við rekstur Ólís allt síðasta ár. Tekjur á fjórðungnum námu 12,7 milljörðum og dróst saman í samanburði við fyrra ár og þetta í fyrsta skipti frá því að stríðið í Úkraínu hófst fyrir rúmlega ári síðan sem að þetta gerist og ástæðan fyrir tekjusamdrættinum liggur að öllu leyti í því að heimsmarkaðsverð á olíu að lækka. Það litar uppgjör fyrsta fjórðungsins hjá okkur og ég ætla að útskýra það stuttlega hérna á eftir. EBITDA nam 300 milljónum, það er 2,4% veltu og dregst saman einhver 60% á milli fjórðunga. En þess bara geta, eins og ég nefni hérna undan að í samanburði þá var þessi fjórðungur í fyrra óvenjulega sterkur. Olíuverð hækkaði mjög skart í mars 2022 og stóð í rauninni hæstu gildum út maí og á þessum 3 mánuðum þá þarf að leita ansi mörg ár aftur í tímann til að finna hærri olíugildi eða olíuverð heldur en voru á þessum 3 mánuðum. Þetta hefur það í för með sér að hafði þá í för með sér að framleiða í sölu til stórnotenda, það var mjög góð í fyrra. Nú hefur þetta hins vegar snúist við, heimsmarkaðsverð lægra en það var í fyrra sem skýrir þá tekjusamdráttinn á nánast jafnmörgum seldum lítrum
en því til viðbótar þá lækkaði heimsmarkaðsverð á fjórðungnum þannig að sem hefur það í för með sér að framlegð af sölu til stórnotenda hún dregst saman og svona tímabundið þyngri. Með öðrum orðum þá eru fjórðungarnir nánast eins þegar kemur að seldu magni en framlegð litast með þessum öfugu formerkjum eða í fyrra vegna viðsnúnings í þróun á olíuverði sem leiðir þó til lakari afkomu. En salan samkvæmt áætlun og í raun mjög sterk bæði til stórnotenda og á smásölumarkaði. Viðskiptavinir hafa á síðasta ári fundið vel fyrir breyttum áherslum í rekstri þjónustustöðva, endurnýjað núna flestar þjónustustöðvar og bætt töluvert við þjónustuframboðið og núna í síðasta mánuði var ný þjónustustöð opnuð að Fitjum í Reykjanesbæ, glæsileg stöð og svona til viðbótar þá virkilega notalegt að finna fyrir frábærum undirtektum þegar við opnum Lemonstaði í jólastöðum sérstaklega á landsbyggðinni og ég vil nefna hérna Reyðarfjörð þar sem verið að setja einhver alveg ótrúlega met í sölu á samlokum og djúsum sem seint verða slegin. Að lokum svona einn dulinn en mjög mikilvægur áfangi fyrir okkur. Ólís tók í fjórðungnum í notkun nýtt fjárhagskerfi eftir það bil 2 ára strangan undirbúning og þeir sem þekkja til innleiðingu á svona kerfum í stærri fyrirtækjum vita hversu umfangsmikil þessi verkefni eru og geta oft verið mjög áhættusöm. Innleiðingin gekk í grófum dráttum bara vel og þessi breyting skiptir Ólís mjög miklu máli því að með nýju kerfi þá myndast kannski fyrst grunnur fyrir frekari framþróun í starfsemi félagsins, sérstaklega þegar kemur að þróun á stafrænum þjónustum eða stafrænum lausnum og umbótum í þjónustu almennt. Klökkum mikið til að nýta okkur það. Og til að draga saman þá gengur vel í Ólís en ytri áhrifaþættir eru að valda tímabundnu samdrætti í afkomu miðað við þá mjög sterkan fjórðung í fyrra. Áður en ég hleypi Guðrúnu að með yfirferð helstu fjárhagsupplýsingum þá langar mig að draga athygli að nokkrum fasteignatengdum verkefnum sem eiga eftir að hafa töluverð áhrif á rekstur Haga á næstu misserum. Ég vil fyrst nefna eignarhald Haga í Klasa fasteignaþróunarfélagi þar sem við eigum 1/3 á móti eigin og fyrrum eigendum Klasa. Þar nýttum við okkur ákveðið tækifæri til að koma þróunareignum Haga í skilgreindan farveg þar sem markmiðið var að flýta fyrir verðmætasköpun á okkar eignum og leið skapa okkur ný tækifæri sem byggjast á í kringum aðrar eignir Klasa og við finnum mjög vel á þessu tæpa ári sem við erum núna með undir beltinu hvað þetta mikilvægt skref fyrir okkur, gera okkur kleift að einbeita okkur að því sem að við eigum að vera að gera, kjarnastarfsemi okkar í dagvöru og eldsneyti en hraðar leið vinnu við þessar eignir sem við hefðum ekki haft burði til að sinna með sama hætti. Nú fyrir dyrum stendur þróun á nokkrum reitum mjög spennandi, þeir eru misjafnlega langt komnir en heildarumfang þessara verkefna 300.000 fermetrar og við gerum ráð fyrir að innan þessar uppbyggingar verði byggðar einhverjar 1500 íbúðir. Þannig að það gefur augaleiði að hagsmunir Haga á næstu árum eru þarna umtalsverðir og verðmæti þessara verkefna töluvert sömuleiðis. Nú eitt stærsta verkefni Klasa núna komið á framkvæmda stig og það Borgarhöfðin sem 33.000 fermetrar lóð upp á Höfða og kannski best að staðsetja þetta í svona kringum það sem fólk er vant að sjá bílasölur og Ísaga og fleiri fyrirtæki. Má segja að þetta sé svona ný miðja í borginni, þarna liggur fyrir deiluskipulag þétta íbúðabyggð, þjónustu og skrifstofur í þessum nýjum miðkjarna á höfuðborgarsvæðinu. Nú allur þessi reitur kominn á hönnunarstig og í raun tilbúinn til framkvæmda leið og aðstæður leyfa og lokið glæsilegri hönnunarsamkeppni, sýni ykkur myndir á henni á eftir bara svona mjög hlaupandi. En framkvæmdir eru hafnar nú þegar á lóðum í aðri svæðisins, það eru lóðir sem eru ekki innan Klasarendar en innan þessa reits og það búið að steypa í fyrstu söklana. Þannig við erum spennt fyrir því og hérna eru myndir úr hönnunarsamkeppninni sem var að ljúka og allir geta kynnt sér inn á heimasíðu Klasa. Nú önnur verkefni, svo ég fari mjög hratt yfir þau, eru meðal annars Mjóddin sem kemur úr okkar eignasafni, 23.000 fermetra lóð í miðri Reykjavík þar sem við munum reisa íbúðabyggð og einhverja verslun og þjónustu. Við erum með Silfursmárann þarna 8.000 fermetra lóð fyrir ofan Smáralindina þar sem aftur verður verslun og skrifstofuhúsnæði í bland við íbúðir. 5.500 fermetra íbúðalóð í Álfheimum, rétt við Glæsibæ og 2.100 fermetra lóð við Egilsgötu niður í miðbæ. Og lokum 14.000 fermetra lóð sem kemur frá Ólís Klettagarða 27 og hugmyndin hér var ekki að fara neitt á dýptina heldur kannski fyrst og fremst minna á
þessi verkefni og nefna að við ætlum að veita innsýn í framvindu þessari verkefna á vegum klasa á þessum vettvangi, á þessum fundum eins og efni standi til á næstu misserum einfaldlega vegna þess að þetta skiptir okkur töluvert miklu máli. Aðeins meira fasteignatengt mál, örstutt. Við höfum nýlega tryggt okkur nýtt húsnæði sem verður reist við Álfabakka í Suður-Mjódd. Er að ræða byggingu sem verður tilbúin síðla árs 2025 og þar munum við annars vegar hýsa skrifstofur og vinnslu ferskra kjötvara sem núna upp í Lágmúla og hins vegar skrifstofur eldhús og vinnslurými Eldum rétt sem upp í Kópavogi í dag. Samhliða þessu stefnt að því að styrkja enn frekar framleiðsluhaga á fleiri sviðum en við munum skýra frá því betur þegar nær dregur. Nú eins og fram hefur komið þá opnuðum við nýja verslun Bónus í Norðlingaholti núna fyrir mánuðinum. Norðlingabraut 2 sem sagt byggingin sem að verslunin er í og við eigum hana eða Hagar eiga hana. En til viðbótar við þessa glæsilegu verslun sem þar hefur þegar hafið störf eða er þegar opnuð, þá munum við hýsa þarna frekari nærþjónustu við íbúa Norðlingaholts. Við munum bæta við þjónustu í hverfið sem við munum ánað að geta gert og við munum gera grein fyrir því hverjir leigutakar eru þarna á næstu vikum. Nú á lokum þá munum við opna 2 nýjar verslanir Bónus það sem eftir árs, aðra í sumar hérna í Holtagörðum og vorum búin að segja frá því áður, en samhliða verður eldri verslun á Holtagarða lokað í sama húsi, eðlilega. Seinni búðin opna svo haustmánuðum í Miðhrauni í Garðabæ. Þannig að það er heilmikið framundan hjá okkur, bæði í nýjum verslunum og einnig í að styrkja frekar aðfangahlutann hjá okkur með aukin áherslu á eigin framleiðslu. En þá komum við að fjárhagsuppgjörinu og ég bið Guðrúnu að fara yfir það. Nú ef við byrjum aðeins á rekstrarreikningnum fyrir fjórðunginn, þá sjáum við að vörusala nam 41,5 milljarði og jókst 8,6% á milli ára eða 3,3 milljarða. Aukin velta er að hluta knúin áfram af verðbólgu en þó hefur seldum stykkjum í dagvöruverslunum fjölgað 4,5% á fjórðungnum, auk þess sem viðskiptavinir heimsækja verslanirnar oftar. Samdráttur í sölu hjá Ólís nam 8%. En seldum lítrum eldsneytis fækkaði lítilega eða rúm prósent. Framlegð í krónutali nam tæpum 8,1 milljarði og jókst 6,7% milli ára, en framlega hlutfallið lækkaði hins vegar og 19,5% í samanburði við 19,8% í fyrra. Lækkun framlega hlutfalls gætir bæði í dagvöru og eldsneytishluta, en í dagvörunni þá hefur kostnaðarverðshækkunum ekki öllum verið fleytt út í vöruverð og í eldsneytishlutanum hefur lækkun heimsmarkaðsverðs olíu haft mikil áhrif á framleiða af viðskiptum við stórnotendur. Launakostnaður hækkaði 489 milljónir milli ára 14,2% og annar rekstrarkostnaður hækkar einnig eða 158 milljónir sem jafngildir 9,5% hækkun milli ára. EBITDA fyrsta ársfjórðungs nam 2,5 milljarði sem 5,5% samdráttur milli ára. En eins og framkom hjá Finni hérna áðan þá má rekja samdráttinn alfarið til minni afkomu hjá Ólís vegna talsverðrar lækkunar á heimsmarkaðsverði olíu á tímabilinu. Hagnaður fjórðungsins var 653 milljónir í samanburði við 926 á síðasta ári og dróst því saman 29,5% milli ára. Ef við skoðum helstu lykilmælikvarða rekstrar og samanburð síðustu ára þá sjáum við að veltuaukning hefur verið góð en á sama tíma hefur framlegð hlutfall farið lækkandi. Laun- og kostnaðarhlutföll hafa batnað undanfarin ár, en gáfu þó lítilega eftir á fjórðungnum. Launahlutfallið 9,5% í samanburði við 9% í fyrra og kostnaðarhlutfallið 4,4% í samanburði við 4,3% í fyrra. EBITDA-hlutfall 6,1% í samanburði við 7% í fyrra og hagnaðarhlutfallið nú 1,6%. Ef við skoðum sjóðstreymisyfirlit fjórðungsins þá sjáum við handbært fé frá rekstri nam 3,3 milljörðum og hækkaði í samanburði við fyrra árum tæpan 1,4 milljarð. Hækkunina má kannski helst rekja til lækkandi birgðastöðu en birgðastaða eldsneytis hefur lækkað töluvert á fjórðungnum þó aðallega vegna lækkunar heimsmarkaðsverðs en einnig aðeins vegna lægri birgðastöðu í lítrumtali. Fjárfestingarhreyfingar námu 2,4 milljörðum til samanburði við 504 milljónir í fyrra. Fjárfesting í fasteign við Norðlingabraut nam tæpum 1,2 milljörðum en einnig var fjárfest í uppsetningu nýrra bónusverslunar í húsnæðinu auk fleiri verkefna. Fjármögnunarhreyfingar voru 898 milljónir til samanburðar við rúma milljarð í fyrra og handbært fé hækkaði lítilega á fjórðungnum og nam tæpum 3 milljörðum í lok maí til samanburðar við 1,2 milljarð í fyrra.
Heildareignir í lok fyrsta ársfjórðungs voru 74,3 milljarðar og hækkuðu 2,3 milljarða frá síðustu árslokum. Fasta fjármunir námu 53,1 milljarði og hækkuðu 2,6 milljarða á fjórðungnum. Hækkunin að mestu vegna fjárfestinga í fasteignum og öðrum rekstrarfjármunum en einnig vegna hækkunar leigueigna vegna nýrra leigusamninga. Veltufjármunir námu 21,2 milljarðum og lækkuðu 270 milljónir. Birgðir voru 11,5 milljarður og veltuhraði birgða 11,3 í samanburði við 10,6 á síðasta ári. Birgðir hafa lækkað töluvert á fjórðungnum 1,2 milljarða og eru tæpum 700 milljónum lægri en á sama tíma í fyrra. En lækkunin eins og ég nefndi áðan tilkomin vegna lægra birgðaverðmætis eldsneytis vegna lækkunar á eldsneytisverði. Viðskiptakröfur hækka 819 milljónir en innheimtutími krafna nú 11,3 dagar samanborið við 11,5 daga í fyrra. Eigið fé í lok tímabils var 27,8 milljarðar og í lok fjórðungs átti félagið 26,2 milljón eigin hluti. En samkvæmt ákvörðun aðalfundar þann 1. júní hafa þessir hlutir verið ógildir og færðir niður frá og með deginum í dag og hlutafé félagsins lækkað því sem því nemur. Og félagið á því enga eigin hluti í dag. Heildarskuldir í lok fjórðungs námu 46,5 milljarði, en þar voru vaxtabærandi skuldir 15,7, leiguskuldir 9,8 milljarðar og viðskiptaskuldir 18,6 milljarðar. Og í lokin sjáum við hérna helstu lykilmælikvarða efnahags og þróun þeirra síðastliðin 5 ár. Arðsemi eigin fjár var 17,2% síðastliðna 12 mánuði sem nokkuð yfir samanburðartímabilum, en arðsemi eigin fjár var 16,2% á sama tíma í fyrra. Eigin fjár hlutfall 37,4% en var 40,2% í lok maí í fyrra. Netta vaxtabærandi skuldir af meðtöldum leiguskuldum voru 25,5 milljarðar eða 1,9 sinnum 12 mánaða EBITDA sem óbreytt frá fyrra ári. Veltufjár hlutfalli var 0,86 og velturhæði rekstri, það að segja tíminn sem tekur að breyta byrðunum okkar og viðskiptakröfum af frádregnum viðskiptaskuldum í handbært fé, var 12 dagar í samanburði við 14,2 daga í fyrra. Þá þakka ég fyrir mig og hleypi Finna aftur að. Takk fyrir þetta Guðrún. Nokkrar skylduglærur hérna í lokin. Gengi hlutabréfa í lok fjórðungs var 66 krónur á hlut og markaðsvirði því 75 milljarðar hjá Högum. Hlutar voru 1045, nokkurn veginn sami fjöldi á milli fjórðunga og engin breyting hefur orðið á hópi 10 stærstu hluthafana. Uppsagnar hagnaðar og hlut hnikast örlítið niður á við núna, stendur í 3,5 krónu án áhrifa klasa og við viljum náttúrulega helst að stefni í hina áttina og munum gera allt til þess að svo verði á næstunni. Og svo svona rétt í lokin aðeins hvernig við sjáum stöðuna og horfum framundan. Við stóðum hérna fyrir einhverjum 2 mánuðum síðan og það má kannski segja að horfur séu bara nokkurn veginn þar sömu og voru þá. En almennt teljum við að við séum að færast nær einhverju sem við getum skilgreint sem svona eðlilegt ástand, að minnsta kosti í samanburði við þessi síðustu 3 ár, allt frá því að COVID byrjaði hérna og svona einu stöðuleikin var að það var óstöðugt ástand. Það er hins vegar alveg ljóst að við munum eitthvað áfram búa við ögrandi rekstrar umhverfi eða rekstrar aðstæður vegna þess að öll aðföng í okkar rekstri hafa verið að hækka og eru í raun og veru ennþá að hækka. Og þú veist, það skiptir ekki máli hvort við erum að horfa á matvöru, laun, annar ekstra kostnað vexti og svo framvegis. En þessu til viðbótar þá erum við að sjá sveiflur í heimsmarkaðsverði olíu sem eru frekar ófyrirsjáanlegar og geta, eins og við sjáum á uppgjörinu núna hjá okkur, haft töluvert afgerandi áhrif á rekstrar niðurstöðuna í félaginu öllu. Og ég hef sagt það áður og hérna að þessi blanda sem ég tala um hérna á undan, hún ekkert frábær fyrir neinn, ekki fyrir fyrirtæki af neinu tagi og ekki fyrir hérna viðskiptavini. En okkur finnst þó einhver leyti að fyrirsjáanleiki sé aðeins að aukast, til dæmis með því að það virðist vera að byrja að hægja á verðhækkunum frá framleiðendum og heildsölum, þó svo að það megi alveg nefna það hér að þetta á ekki við stóra flokka í innlendri framleiðslu akkurat núna eða ennþá. En að þessu sögðu þá erum við bara nokkuð bjartsýn á rekstur Haga á næstunni. Þar búum við að styrkleikum félagsins, viðskiptavinum hjá okkur að fjölga og nokkuð mikið og tekjur á dagvöruhlið að aukast heldur meira með hverjum fjórðungi, þess að það er svona stígandi í því, sennilega vegna þess að fleiri sækja í hagkvæmasta matvörukostinn hjá Bónus með hverjum mánuðinum.
skilvirkni rekstrar Ólís hefur stóraukist og við gerum ráð fyrir að það verði nokkuð fjörugt ferðamannasumar sem að spila með okkur þar á bæ. Og að lokum þá eru þessar nýju stoðir í rekstrinum hjá okkur. Ég get nefnt Stórkaup, ég get nefnt Eldum rétt sem fyrir kannski er fremst í flokki. Það að skila arðbærum tekjum og skipta máli í okkar rekstri. Auðvitað gæti ég talið svona nokkuð lengi áfram en ég held að í ljósi þess að rekstur Haga á síðustu misserum hefur gengið ágætlega þrátt fyrir þessar snúna aðstæður. Þá sé það kannski það sem spáir best fyrir framhaldið og er ástæðan fyrir því að við teljum horfur bara nokkuð góðar. Afkomuspáin sem við gáum út í byrjun árs, hún stendur áfram. Við gerum ráð fyrir að enda árið á bilinu 11 til 11,5 milljarður í EBITDA afkomu. Svo mörg voru þau orð hjá okkur Guðrúnu, þannig að núna bíðum við bara eftir því hvort að einhverjir hafa áhuga að spurja. Það er hérna nokkuð ítarleg spurning sem ég ætla að fá að lesa í gegnum og hún fjallar svona afstöðu okkar til áfengissölu eftir að Costco, veitum við, já, það er eitthvað, já, afstöðu okkar til áfengissölu eftir að Costco reiði núna á vaðið fyrst svona stærri matvöruverslana og í framhaldinu orð þáverandi dómsmálaráðherra lögmæti netverslunar með áfengi en það kom fram að ef ég man rétt að hann teldi hana bara löglega. Við höfum náttúrulega í nokkur ár verið að undirbúa okkur fyrir svona þann tímapunkt þegar áfengis þegar við förum að handla með áfengi í okkar verslunum með einum öðrum hætti. Við lítum þannig á að áfengi neysluvara sem ansi margir nota þó að það séu svona ákveðin svona hliðarskilyrði þá notkun og sem neytendadrifið fyrirtæki þá horfum við til möguleika þess að bjóða okkar viðskiptavinum upp á áfengi en við viljum kannski fyrst og fremst gera það þannig að farið sé að leikreglum og þess vegna er svona afleitt að minnsta kosti þangað til núna það hefur verið svona ákveðin óskýrleiki í kringum hvað það er sem má og hvað má ekki. Það virðist vera að einhver leyti að skýrast. Það er spurt tímalínur hvað þetta varðar, hvenær við megum að vona á að áfengi verið selt með einum öðrum hætti í verslunum Haga og þá með hvaða hætti. Það er ekki búið að taka ákvörðun það en það hefur eins og komið fram hjá framkvæmdastjóra Hagkaups að þau horfið til möguleikana á að gera þetta. Það var reyndar áhugavert í umfjöllun í framhaldinu þá var Hagkaup, svo ég fari nú bara nokkuð orðrétt með, komið í hóp verslana sem selja áfengi og þá með öðrum verslunum, matvöruverslunum, markaðnum, enginn þeirra svo ég viti til selur áfengi í dag. Þannig að það er svona, en við sjáum hvert fjölmiðlar eru í þessu. En þetta er áhugaverður markaður, það er alveg ljóst að hann er í ákveðnu uppnámi núna, það er þessi fyrirkomulega áfengissölu og það verða heilmiklar breytingar bara á fáum mánuðum gerum við ráð fyrir. Spurt velturhraða eldsneytis. Velturhraða eldsneytisbirgða. Við höfum nú ekki gefið þetta upp niður á vöruflokka, við gefum upp eldsneytisvelturhraðan varðandi birgðir í heild. En það er kannski ágætt að taka fram að náttúrulega geymslurými fyrir eldsneyti í okkar starfsemi er takmarkað og birgðir fylgja því. En við höfum ekki gefið þennan mælikvarða sérstaklega upp. Ég er spurt kaup á Dista sem að við tilkynntum daginn. Sú vinna er ennþá í gangi og ekki alveg ljóst hvort og hvenær henni lýkur. Það er bara kostgæfnisathugun í gangi. Okkur sýnist að það séu ekki fleiri spurningar. Þannig að
við ætlum bara að þakka fyrir þeim sem að koma á fundinn og þeim sem munu að horfa á hann síðar og fyrir áhugan á félaginu og óska ykkur góðra restar af sumri ef veðrið ákveður að það sé komið. Takk fyrir í dag.